Yngvi, hvernig fannst þér þessi leikur vera? Hann hefði getað verið betri ef við náðu sigur, en svona, þetta var svolítið svekkjandi að miðbik þriðja þá Nebojsa kom með 3 villur og ég tók ákvörðun að hvíla hann og þá svolítið fannst mér þetta dettaði sundur hjá okkur. Þeir komast bara fljótlega 11 stigum yfir og mér finnst bara menn fara út af því sem við höfðum verið að gera. Við vorum agari fram að því og svo bara Íma kemur inn og hann snertir ekki boltan held ég í 6 mínútur. Mínir menn voru komið þannig bara í stöð hver geti skotið flestum lélegu skotunum og ég svona fergar ósátt með það. Fyrsti leikurinn hans, svona náttúrulega kannski ekki hægt að búast við að hann sé að fara að vera með 30 stig og þrefalda tvennu en hvernig svona líst þér á hann? Mér fannst hann koma mjög sterkur inn og ég held að þeir voru svolítið skelkaðir Hatamenn þegar hann kemur inn og byrja á því að sækja að körfinu og þeir fóru að væla og skæla og ég meina hann dró okkur inn í leikinn, ég meina við erum 7 stigum undir í hálfleik og hann með 12 stig á þessum tíma sem hann inn á þá og þannig að mér fannst það koma bara sterkur inn. Svolítið ryðgaður, hitt ekkert svakalega vel? Nei, en að vísu verðum við bara að gefa Hetti það kredit sem þeir eiga skilja. Þeir eru búin að vera að spila mjög flottan varnarleik. Þeir hlaðin í teig og eru auðvitað með Mirko og reynsluboltan þar og þannig að þeim að svona takast það að halda okkur fyrir utan og það eru auðvitað annað. Við erum alveg skelfilegir við 3 stiga skotunum. Ég held við sem 19% núna í þessum leik og við erum bara að gera betur. Já, þeir voru að hitta 3, þið voru ekki að hitta 3. Það hjálpar ekki? Nei, það hjálpar heldur ekki þegar við auðvitað vitum alveg hverjir þeirra skiptur. Ég var rosalega ánægður með til dæmis vörnina á Ragnar Gerald hann skorar fullt af ruslstigum í lokin en fram að því þá var hann eiginlega bara fastur í 6 stigum þannig að við vorum að standa okkur vel á því en þetta Mirko var bara æðislegur og við vitum alveg hvað hann getur hér og líður vel hefur verið áður og því miður bara áttum við ekki svör við honum í kvöld en í dag og vonandi verður hann bara þreyttur fyrir vikið þegar við mætumst eftir. Það eru ekki 24 tímar í leik. Já, annar leikur á morgun. Hvað þarf að skerpa á? Já, við skulum bara segja þannig að ég er ekki að fara að horfa mikið á kosningasjónvarpið í kvöld. Ég verða líka yfir einhver vídeóvinnu. Við þurfum að finna bara lausnir á því sem við þurfum að gera betur á morgun en það er auðvitað það, við verðum að verja að teygja nokkuð betur. Þeir náðu þessu fórustu í fyrirháleik á hraðaplöpum og hraðaplöpstristum og það er rosalega svekkjandi fyrir þjálfara að horfa upp á það, sérstaklega þegar við erum búin að fara yfir þeirra styrkleika og veikleika. Þannig að það er svona eitthvað sem við þurfum að gera, við þurfum að hægja á þeim allavega, þeim ekki hlaupa okkur í kafi í fyrirháleik. Ég tók eftir að gekk ekkert allt of vel í vítaskotunum líka þannig á sumum. Ég stakk upp á þeirri kannski auka kvöld í vítum. Já, við erum að vísu búin að vera skjóta mikið af vítum í leikjum og því miður þá skutum við bara 19 í dag. Það er nú mörg lið sem getur sætt sig við það en við erum bara annarkvort, við höfum ekki farið yfir 73% núna í vetur og það er auðvitað áhyggjuefni. Við fáum tækifæri til þess að koma okkur aftur inn í leikin á vítalinu en það er svona. Yngvi, ég bara óska ykkur góðs gengi á morgun, gangi ykkur vel. Takk hérlega.